Komið þið sæl. Hann búið að vera bjartur og fallegur dagur mjög víða á landinu í dag og lítil sem engin úrkoma, smá él svona á stöku staðinn. Ekkert sem heitir getur en hins vegar hefur verið býsna kalt. Það dregur aðeins upp skýjabakka á landinu í dag en við skulum nú byrja á því að líta á stóra Atlantshafskortið og við sjáum þessar lægðir hérna og þú sem er hér svona að nálgast Færeyjar í þessum tölum er þú sem að stýri veðrin hjá okkur núna næstu allavega fram á þriðjudag og svo er að fara þá hlýna í Skandinavíu með þessu. Þannig að þá svona breytist veðrið svolítið svona í Evrópu líka en hjá okkur verðum við svona í ekkert ósvipuðu veðri áfram þó vissulega komið smá svona breytileiki í þetta. Á hitasviðinu að þá sjáum að við liggjum inn í kalda massanum ennþá og það mun nú aðeins svona allavega svona austan til, það mun aðeins hlýna. Það er kannski en það náttúrulega mun fylgja þessu svolítið vindur þannig að líklega finnum við nú ekki mikla breytingu. Færeyingar munu hins vegar fá töluvert betra og hlýra lofti yfir sig en því fylgir náttúrulega ýmislegt annað í viðbót eins og rigning og vindur. En ef við lítum þá á þróunina í kvöld og nótt og hér sjáum hvernig skýjabakkinn kemur hér yfir svona Suðurland og inn á Faxaflóann aðeins í núna og það var byrjað að þykna svolítið upp núna svona seinnipartinn en mjög lítil úrkoma í þessu og það er svo sem ekki mikið það að segja en það er svona aðeins farið að bæta í hérna við úti fyrir Suðaustur og Austurlandi sem eru þá áhrif lægðarinnar sem verða við Færeyjar á morgun en á hádegi á morgun gæti þá hitatölur og skýjahula verið eitthvað þessu líkt. Það er bjart svona á svona ríflega vestari helming landsins en skýjað á austurhlutanum en lítil sem engin úrkoma gæti nú kannski læðist inn eins og á norðanverðu Vestfjörðum eða hérna á austur- og norðausturlandi svona einhver smá él en þau eru fá og efnislítil. Svona heldur, kuldatölunar heldur á uppleið þannig að það er ekki alveg jafn kalt eins og var í dag en ef við lítum þá á þróunina síðan áfram út morgundaginn og fram á mánudag þá sjáum við hvernig þetta þrýstir að og það kemur svolítið úrkomubakki hérna upp á landinu allra austast. Vindhraðinn svona hérna úti fyrir og sunnan við Vatnajökul er kannski komið yfir eitthvað svolítið yfir 20 metra og það þurfti ekki að koma á óvart ef það kæmi gular viðvaranir hér á sérstaklega undir Vatnajökli og eitthvað norðum eða austfjörðum en það kemur þá betur í ljós á morgun. Það verður áfram með svona mestulítið bjart hérna á Suður- og Vesturlandi og vissulega verður eitthvað skýjara heldur en verður á morgun og var í dag. Einhver úrkoma, hitatölurnar svona nálgast frostmarkið sums staðar kannski ná að skríða aðeins yfir en vindkælingin mun sjá til þess að við finnum lítinn mun á veðrinu. Svo bæti nú aðeins í úrkomi hérna á norðausturhorninu kvöldið en síðan aftur á móti ef við lítum þá yfir á þriðjudaginn að þá hefur svona mesti bakkinn farið frá og það er lítið sem engin úrkoma í þessu, það er skýjað á svona austan Tröllaskaga getum við sagt og norðan Vatnajökuls en annars er víða býsna bjart og hitatölurnar þá aftur á niðurleið þegar léttir svona til og lægir og á miðvikudaginn að þá erum við svona milli kerfa þá komin austanátt hérna syðst og áhrif frá lægð sem er hér suðvestur af landinu en aftur á móti á norðausturhorninu erum við ennþá undir áhrif lægðarinnar sem fer þá yfir Færeyjar á morgun þannig að það tekur tíma fyrir þessi kerfi að komast alveg af en það er svo sem ekki að sjá að þessi lægð sem er hér suðvestur undan ætli að hafa mikil áhrif hjá okkur annað en það svona verður meiri vindur en gæti náð smá úrkomubakki inn á landið allra syðst og það hlýna þá örlítið með honum í leiðinni. En meirum það síðar og þá skulum við líta yfir til Evrópu. Það er svona þegar þessi lægðasúpa sem er hérna sem stefnir á Færeyjar verður komin hérna lengra inn á Evrópu og þá mun blokka fyrir kalda niðurstreymi sem er búið að vera hér undanfarna daga. Þannig að þá ætti nú hitastigið í Evrópu svona smátt og fara að komast í réttar skorður. Mikið skúraveður hér í austurhlutanum og inni við Tyrkland. Það eru viðvaranir nokkuð víða í Evrópu en það eru rauða viðvaranir hér á Suður-Ítalíu og Sardiníu út af vindi. Þannig að en annars staðar eru það yfirleitt gular og sums staðar appelsínugular. Lítum síðan hérna á vestasta hlutan á Íberíuskagann og þar er nú býsna bjart og fínt veður svona víðast hvar en einhverja smáskúrir líklega í Portúgal og sérstaklega í norður Portúgal. En ef við lítum þá yfir til Kanarí að þá eru svona skýjað með köflum eða létt skýjað. Það er nú ekkert langt í einhverja skúrabakka hérna norðvestur undan, þannig að það gæti nú læðst inn ein og ein smáskúr og hitinn svona í kringum 20 stig og svo eldsnöggt vestur haf að þá er þessi lægð sem er svona við Montreal, hún er á leiðinni til norðausturs
og svo önnur þá vestafi sem lítið að gera en örlítið ágætasta veður. En við rótum þetta gott heita í dag, verið þið sæl.